Katrín Oddsdóttir, ekki svo vel. Takk. Já, ég nú eiginlega sammála sem Dögg var að segja. Við erum kannski svolítið föst í þessu umboðsmanns orðið, það kannski líka út af hefðinni og þetta víða að nota þetta orð. En ég er á því að ef við ætlum að breyta þessu, ef við ætlum frekar að hafa minnskosti almenningsheldur en Alþingis, og ég held að það sé ekkert út af því að það sé eitthvað hljómfegur eða það sé eitthvað verri merkingamunur, heldur einmitt út af því að það sé gegnsæra fyrir almenning, sem jú einfaldlega skjólstæðingur þessa embættis. Og mér fannst aldrei skýrt og ég skildi aldrei hvað umboðsmaður Alþingis var fyrir en ég fór bara einfaldlega að hefja laganám, hversu vandarlegt sem það á að segja frá því. Þannig að ég bara í ljósi eigin reynslu myndi ekki halda að þetta væri heppilegt orðalag, jafnvel þó að þetta sé svona annar staðar. Og ég vek athygli á því að Ríkisendurskoðun starfar líka á vegum Alþingis en hún er ekkert Ríkisendurskoðun Alþingis. Þannig að þetta er ekki úr skylda að hafa þetta þarna þó að Alþingi skipi manninn. Hann er fyrst og fremst, eins og Dögg bendir á, umboðsmaður einhvers annars heldur en Alþingis, þó hann sé skipaður af Alþingi. Hann er umboðsmaður og eftirlitsmaður með stjórnsýslunni fyrir almenning. Þannig að hitt er miklu skýrara og þings og þjóðar er fínt ef það er eitthvað millilending sem allir geta verið ánægðir með, eftirlitsmaður þings og þjóðar. Svo er ég sammála honum Þorvaldi það að það þarf líka að tryggja þá sem sagt aðrar eftirlitsstofnanir og öfluga starfsemi þeirra í stjórnarskránni, því það er stór hættulegu möguleiki á gagnályktun ef við erum að taka út eitt og eitt eins og umboðsmann Alþingis og ekki eitthvað annað, að það sé þá einhverjum mikilvægir og meiri vernd sem slíkir eftirlitspóstar þurfi og aðrir megi bara missa sín. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem við megum ekki upp á samræmið gera sko. Jafnvel þótt skýrsla stjórnlaganefndar hafi tiltekið þetta ákveðna embætti og þetta ákveðið eftirlitsvald, þá skulum við ekki falli í sama pytt og bara segja að þá þurfum við ekki að hugsa allt hitt. Það er mjög mikilvægt og það væri þá bara gott að búa til almennan eftirlitskafla og fjalla þar þessar helstu stofnanir okkar sem við þurfum að hafa til þess að tryggja eftirlitsvaldinu sé framfylgt. Og svo langar mig líka til að spyrja ykkur, ráðið eða nefndina, sko þarf ekki að tryggja einhvern meginn burði svona embættis. Væri ekki hægt með fjársveltis aðferðum einhverjum að láta þetta vera þannig, sérstaklega eftir að þetta er orðið bindandi þessi tilmæli, að það væri bara hreinlega ógerlegt að komast yfir það að fara, að því nú eru þau með sérstaklega grein sem tryggir burði sveitafélaga og þeim sem veitt eðlilegar fjárveitingar. Ég velti fyrir mér og kannski ég óþarflega ofsóknaróð, en hvort að það sé ástæði til þess að athuga hvort að það sé hægt að setja inn áréttingu það að það verði að sjá til þess að embættisslíkt geti sinnt störfum sínum. Takk.